Komið þá blessuð og sæl og velkomin til þessarar guðsjónustu hér fyrsta sunnudaginn eftir páska og gaman að vera með ykkur hér í kvöld og takk þið sem eru að fylgjast með í streyminu. Kórinn okkar er með okkur í dag og Óskar Einarsson við flíilinn og Páll á bassann. Ég sá hann ekki en ég hef nátt að heyra bassalínuna ef ég hef hlustað betur. En það er líka eftir páskana þá er eiginlega venja í kirkjunni að það er svona léttir yfiröldu, við syngjum dýrðarsönginn á nýjan leik og svo er þekkt í kirkjunni nokkuð sem heitir svona páskahlátur. Það er að segja að það var alltaf mjög strangt, maður átti alls ekki að vera að hlæja meðan maður var að hugsa hvernig maður gæti vaxið og dafnað og hort inn á við og þá var maður að gera á föstunni, en svo eftir páska þá átti að hlæja. Og það er ein svona skemmtileg saga sem ég heyri einu sinni af gömlum presti sem kom að leysa af í bæ út á landi og svo er hann að labba og þarf með svona sendibréf og hann er ekki alveg með á hreinu hvar pósthúsið er. Svo hann hitti svona lítinn dreng og segir, heyrðu stráksi minn, getur þú nokkuð sagt mér hvar pósthúsið er? Veistu ekki hvar pósthúsið er? Nei, getur þú sagt mér? Já, þú fer bara hérna og svo framhjá rauðahúsinu til vinstri og svo aftur til hægri. Gætirðu kannski bara sýnt mér það? Veistu ekki hvað það er? Ókei. Svo lappar hann með honum og sýnir honum það og er það þá hérna? Ég skal bara lappa með þér alla leið. Svo lappar hann og svo þegar hann er komin út af póstinu svo býta aðeins, ég er með smá til að þakka þið fyrir. Svo fer hann og setur póstið í bréfið í póst og kemur svo út og segir að því að þú stóðst þig svo vel, þá langar mig sérstaklega að bjóða þér í barnaguðsjónustu klukkan 5. Og þar, af því að þú vísaði mér veginn, þá ætla ég að vísa þér veginn til Guðs. Ég held ég finni bara út úr því sjálfur, þú veist ekki einu sinni hvar pósthúsið er. En við skulum hefja þessa stund að því að signa okkur að segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo förum við upp á spæn. Hjálp vor kemur frá drottni, Drottin, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottin, Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð yfirrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Í
Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum og við stöndum undir dýrðarsöngnum. Og fyrri ritningalestur þessa Drottinsdags úr Davíðssálmum 3000 ára gömul orð og eru sérstaklega falleg. Hljóða svo. Ég elska Drottinn af því að hann heyrir grátbeiðni mína. Hann hneigði eyra sitt að mér þegar ég ákallaði hann. Snörur dauðans umkringdu mig, angist heljar kom yfir mig, ég mætti nauðum og harmi. Þá ákallaði ég nafn Drottins, Drottinn, bjarga lífi mínu. Náðugur Drottinn og réttlátur og Guð vor miskunnsamur. Drottinn verndar sakleysingja, ég var í nauðum og hann bjargaði mér. Vertu aftur róleg sála mín, því að Drottinn gerir vel til þín. Þú bjargaði lífi mínu frá dauða, auga mínu frá tárum, fæti mínum frá hrösun. Ég geng frammi fyrir Drottni á landi lifenda. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og síðari ritningalesturinn, hann kemur úr fyrra bréfi Páls til Kórintumanna. Og það ágætt að minna sig á það að þegar hann skrifar þetta það bil 20 árum eftir krossfestingu og upprisu Krists og í millitíðinni hafði Páll ofsótt kristna menn. En þarna hann hins vegar farin að boða trú og í sinni trúboðsferð í Efesus þegar hann skrifar þetta bréf til safnaðins í Kórintu. Ef við nú predikum að Kristur sé upprisinn frá dauðum, hvernig geta þá nokkur ykkar sagt að dauðir rísi ekki upp? Ef ekki til upprisa dauðra, þá Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur ekki upprisinn, þá ónýt prédikun okkar, ónýt líka trú ykkar. Við reynumst þá vera ljúfvottar Guð, þar að við höfum vitnað Guð að hann hafi uppvakið Krist sem hann hefur ekki uppvakið. Svo framarlega sem dauðir rísa ekki upp. Ef dauðir rísa ekki upp, Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur ekki upprisinn, trú ykkar fánýt. Syndir ykkar þá ekki enn í burtu teknar. Þá einnig þau glötu sem sofnuð í trú á Krist. Ef von okkar til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá við aumkunarverðust allra manna. En nú Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróði þeirra sem sofnuð eins og dauðinn kom með manni, þannig kemur upprisa dauðra með manni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við ætlum að syngja núna lag saman sem hefur lifað með mér í 58 ár, sem sagt frá fæðingu. Búið að syngja þetta mikið þegar ég var krakki á Hjálpræðsveitum á Akureyri
Og meðal söng dóttir mín og Bryndi sem opnaði nú svona fallega áðan, sálminn áðan, söng þetta með einsöng í útförinni hjá mömmu fyrir 4 árum síðan, 5 árum síðan, tími líður. Við ætlum að syngja þetta núna með ykkur, ekki fyrir ykkur. Þetta lag kunna allir og við ætlum að syngja saman Liljuna, allt og sjaldan sungið, mjög vinsælt lag á Íslandi allavega og við ætlum að syngja þetta saman. Ég leit hérna Lilju í holti. Já, þetta svo fallegu boðskapur. Þessi Lilja mín lifandi trú, ljós mitt og yndi. En þá bið ég ykkur sem eigið auðvelt með að rísa úr sætum við heyrum heilagt guðspjall sem skrifað hefur guðspjallamaðurinn Jóhannes. Eftir þetta birtist Jesú lærisveinum sínum aftur og þá við Tíberías vatn. Hann birtist þannig. Þeir voru saman, Símon Pétur, Tómas, kallaður Tvíburi, Natanel frá Kana í Galileu, Sebedeus synirnir og 2 enn af lærisveinum hans. Símon Pétur segir við þá, ég fer að fiska. Og þeir segja við hann, við komum líka með þér. Þeir fóru og stigu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann stóð Jesú á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesús. Jesús segir við þá, drengir, hafið þið nokkuð fisk? Þeir svöruðu, nei. Hann sagði, kastið netinu hægra megin við bátinn og þið munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið, svo mikill var fiskurinn.
Lærisveinn sem Jesús elskaði segir við Pétur: þetta er drottinn. Þegar Símon Pétur heyrði að það væri drottinn, brá hann yfir sig flík. Hann var fáklæddur og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stigu á land, sáu þeir fisk lagðan á glóðir og brauð. Jesús segir við þá: komið með nokkuð af fiskinum sem þið voruð að veiða. Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land fullt af stórum fiskum, 153. Og netið rifnaði ekki þótt þeir væru svo margir. Jesús segir við þá: komið og matist. En enginn lærisveinanna dirfðist að spyrja hann: hver ert þú? Enda vissu þeir að það var drottinn. Jesús kemur og tekur brauðið og gefur þeim, svo fiskinn. Þetta var í 3. sinn sem Jesús birti lærisveinum sínum upprisinn frá dauðum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Við skulum játa okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen.
Það ekkert mjög mörg ár síðan að það var fermingarleikur í gangi á einni útvarpsstöð þar sem að hann gekk einfaldlega út á það að ef þú skráðir þig úr þjóðkirkjunni og sendir þáttastjórnendum staðfestingu á því, þá gastu farið í pott og unnið fullt af vinningum. Af því að þáttastjórnendur voru ekkert sérstaklega hrifnir af trú og bara alls ekki. En í dag þá virðist afstaða þeirra vera mjög svo önnur og annar þeirra hefur nú verið bara í herferð á vegum þjóðkirkjunnar núna að tala trú og hinn líka tala mjög jákvætt að hann hafi orðið fyrir einhvers konar trúarreynslu sem að svo merkilegt í ljósi þess að það ekki svo langt síðan að fólk jafnvel skráði sig úr þjóðkirkjunni og til þess að geta unnið og farið í gjafapott. En þetta áminning það að fólk að verða fyrir trúarlegri reynslu aftur og aftur. Og hér inni veit ég að við erum mörg sem eigum einhvers konar trúarlega reynslu. Augu okkar hafa opnast fyrir einhverju stærra og meira. Og í sögunum sem að við fengum úr Biblíunni í dag, þá þessu líka miðlað. Það svo fallegt hvernig skrifað í Davíðssálmum hversu persónulegu Guð getur verið, þar sem hann segir: Drottinn verndar sakleysingja, ég var í nauðum og hann bjargaði mér. Og svo eins og í samtal við sálu sína og sef hana svona: Vertu aftur róleg sála mín, því að Drottinn gerir vel til þín. Þú bjargaði lífi mínu frá dauða, auga mínu frá tárum, fæti mínum frá hrösun. Ég geng frammi fyrir Drottni á landi lifenda. Þetta 3000 ára gömul trúarreynsla sem hefur varðveist. Og þær svo margar. Þessi bók hérna í svo miklu uppáldi hjá mér. Hún eftir nafna minn, Guðna Má Henningsson, sem var svo merkilegur útvarpsmaður. Ég held ég hafi jarðað allavega 3 manneskjur sem maður spyr aðstendendur og var eitthvað svona sem mann fannst gaman að horfa á í sjónvarpinu og hvað voru áhugamál. Já, það mátti aldrei missa af því þegar Guðni Már Henningsson var með útvarpsþátt. Hann var svo mannlegur og það var svo gott að heyra hann bara tala við fólk og hann tók oft fólkin á línuna og ef maður hlustaði á hann, þá tók maður líka eftir því að hann varð fyrir trúarlegu afturhvarfi. Það kom eitthvað gott í hans líf og hann sagði sjálfur frá því að hann fór í samhjálp og þar öðlaðist hann trú. Og hann gaf ljóð þar sem hann lýsir þessari reynslu sinni, þar sem hann segir bara: Ég sá ekki til sólar. Ljóðið heitir það. Sá ekki til sólar, né ský á himni, fann ekki freran, fimbulkaldan, dó ekki drottni dýrðarljómans, leit ekki lífið, né leikað kveldi, naut ekki nátta í niði köldum. Uns ég kom kaldur að krossins tré, kærleikans Kristur kisti freran, sól í suðri, skein á himni, lítill ég laut lífsins herra. Það sem getur gerst í hjart okkar þegar við erum opin fyrir því að það sé eitthvað stærra og meira en við sjálf. Og í textanum í dag þá það lærisveinarnir sem mættir og að veiða. Það hefur gengið illa og það ágætt að minna sig á það. Þetta í lok Guðspjallsins og ég hvet ykkur til að gefa ykkur tækifæri til að hlusta á Jóhannesar Guðspjall. Það að hlusta á það bara á biblian.is og það fallega lesið. En þar skulum við muna að fyrr í Guðspjallinu þá var Símon Pétur búinn að lofa Jesú að hann myndi aldrei afneita honum. En þegar allt fór á verri veg að þá kom pressa og hann var að ordna sér við eld í hitanum og sér, og hann verið svona eiginlega pressa á hann, ekki þekkti þú hann, kannaðist þú við hann, og Jesús hafði sagt að hann myndi afneita honum 3 svar og hann galar 2 svar og það gerir hann. Það sem hann þarna að ordna sér við kola eld. Og akkur að tala það?
að ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því að Jesús kemur og sendir Símon Pétur og lærisveinana og segir, eru þið ekki búin að fá neitt fisk? Nei, prófið þá að gera hinum megin við bátinn og þeir draga alla fiskana að landi. Og Símon Pétur augljóslega í frásögninni svona, hann er svo mikil kvíði í honum, hann líður ekki vel að því hann veit upp á sig sökina. Hann hugsa, ég er búin að grafa mína gröf gagnvart Jesú. Hann er búin að vinna þetta kraftaverk, en ég er búin að afneita honum. Hann man þetta allt. En þess vegna skiptir máli að það segir í textanum að Jesús, hann býður þeim að borða með sér og þeir eru að steikja fisk við glóðir. Það er sama orð og var notað fyrr í frásögninni. Þegar hann var að svíkja hann, þá var aftur sama orðið á grísku sem að minnir lesandan á þessum tíma sem heyri Guðspjallið á að það er sömu aðstæður eða svipaðar, nema núna er Jesús ekki dæmandi og hann var ekki dæmandi. Hann man og veit hvað gerðist, en hann er bara bjóðandi mat, næringu og fyrirgefningu og uppörfun. Og víða er þessi texti ekki stoppar ekki hérna 14. versin eins og við gerum, heldur að haldi áfram, það verður næst. Það er svona to be continued, ekki missa þegar Dís predikar það. En svo við rifjum það upp bara að þá fær hann líka, Jesús spyr Símon Pétur 3 sinnum, Símon, elskaru mig? Pétur, elskaru mig? Og það er markvið sem hann gerir að 3 að því hann afneita honum 3, hann er ítið svo baki. Þó þú sért búin að klúður einhverju, þó þú sért búin að grafa þína eigin gröf, þó þú sért búin að mála það út í horn, þá er ég ekki búin að missa trúna þér. Það er boðskapur trúarnar aftur og aftur sem að sálmaskaldið sem ég las áðan lýsir svo vel að í hrösuninni og í veikleikanum að þá gerir Drottinn vel til þín. Og mér langar bara til að hvetja þig til að hlusta á Jóhannesarguðspjall sem heild. Það er svo mikið af fallegum táknum og það er svo mikið af fallegum boðskap þar sem Jesús líkir sér við vatn fyrir hinn þyrsta, brauð fyrir hinn svanga, fyrir lifandi vínvið sem við getum vaxið af og sem hirði. Það er svo margar fallega líkingar hvernig Guð getur leitt okkur í þessu lífi. Og það er boðskapurinn. Ef að við viljum, að þá getum við þegið þennan styrk. Og ég hvet ykkur núna á eftir þegar kórinn syngur fyrir okkur og förum inn í bænastundina að opna hjart ykkar og huga fyrir því að það sé eitthvað stærra og meira. Fyrir Guði sem vill leiðbeina, Guði sem kastar því að baki sem við höfum klúðrað og er tilbúinn að nærast með okkur og gefa okkur blessun og næringu sem hjálpar.
þá komið að bænastundinni og fyrir ykkur sem hafa ekki komið áður þá það þannig að kórinn mun syngja hér ljúfa tóna og þá getið þið bara setið og beðið bænar frá úr sætum. Það má líka standa upp og kveikja á bænakerti eða skrifa niður bænarefni, hvort sem eitthvað sem viljið þakka fyrir eða láta biðja fyrir. Það hópur sem hittist hér og biður fyrir öllum bænaefnunum. Og svo þegar að laginu lýkur þá ætlar hann Siggi Ingimars sem hér í kórnum og var nú kaftið í hjálpræðishernum að leiða okkur í bæninni. Við ætlum að syngja hérna lag sem aldrei flutt hérna áður í messu en þið þekki eflaust. Þetta hefur verið sungið víða í mörgum kirkjum, enginn sem þú. Kæri himneski Faðir, ég þakka þér Drottinn fyrir það að þú ert ljósið okkar, þú ert kletturinn okkar og þú hjálpar okkur í gegnum alls konar raunir. Og mér langar núna að biðja sérstaklega fyrir þeim sem að virkilega sjá ekki bjart framöndan. Að sýna þeim Drottinn að þú ert ljósið og að ljósið það sigrar myrkrið. Svo sterkt er það. Og ég bara þakka þér Drottinn fyrir það að það er alltaf þannig að þegar við sjáum bara myrkur þá kemur þú og lýsir upp allt. Og maður langar sérstaklega að biðja fyrir bara ljósin í þennan heim og allt það sem er að gerast hérna í heiminum, í stríðum og öllu þessu sem er að gerast.
að þú komir bara með ljósið inn í þetta allt saman. Að fólk megi bara sjá sannleikum sem þín elska og þú, Jesús Kristur, sem dóst fyrir okkur. Svo bið ég fyrir öllu þeim sem eru veikir, Drottinn, og bara þrá virkilega lækningu. Að þú komir bara núna og læknir. Amen. Og allar okkar bænir felum við svo í bæninni sem Jesú kendi og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ég verð að segja ykkur eina stutta sögu hérna. Ég hef nefnilega aldrei hitt jafn aldursblinda mannesku og þá. En einu sinni var ég, Gummi Kalli, sóknarpresturinn okkar, og Henning, sem prestur í Mosfellsbæ. Við vorum saman í Bandaríkjunum á svona ráðstefnu og ég tók vitlausa beygju og við lentum inn í svona hverfi þar sem að kona var að selja svona garðseil og var að selja allt bara sem var með í húsinu. Svo ég eitthvað að spjalla með hana og þeir að skoða svona ýmislegt og þá bendir hún á Henning, sem var sko fóringi mín í Vatnaskógi, ég var 8 árum eldri og spyr: þú hérna pabbi hans? Og ég svona bara, hann 8 árum eldri, ekki í lagi. Og hún sagði: nei, en það reyndar ekki. Og hún var svona hálf móðgæður sko. Og þá svona horfði hún svona svolítið lengi á þetta og sagði: já. Og bendir á Henning og svo Gumma Kalla. Segir: já, en Henning þá, þessi hann pabbi Gumma? Með öðrum orðum, hún gat þá trúa því að Gummi Kalli, sem að verða 60 og núna 14 árum eldri en að ég væri afans. Ég var að segja svo sögur, tekja það, að hann að verða 60 og ætlar að segja okkur frá skemmtilegu viðburði sem verður hér í kirkjunni á laugardaginn. Gummi, ég gef þér orðið. Já, takk fyrir það, Guðni. Takk fyrir að rifja þessa sögu upp og hlýja mér alltaf. En þú lítur ekki út fyrir að vera afi minn. Það bara algjörlega fráleitt. Það var bara eitthvað að þessari konu. Hlýtur að vera. En hún hérna, já, mér langar til að bjóða ykkur bara á viðburð næsta laugardag í tilefni af þessu 60 afmæli. Ég búinn að vera í gegnum tíðina að hafa hérna safnast í sarpinn fullt af lögum hjá mér og textum og það var svona ágætis tilefni að sýna eitthvað, leyfa fólki að heyra eitthvað af þessu í kringum þetta 60 afmæli. Þetta klukkan 5 laugardaginn 18. apríl og væri bara, þið eru öll innilega velkomin og það kostar ekkert inn. En ef ykkur langar til að senda eða gefa Lindakirkju eitthvað smá þá hérna frammi þá QR-kóði og hægt að hugsa hlýtt til Lindakirkju en það bara frítt á tónleikana. Óskar búinn að standa í ströngu að skrifa upp nótur. Hann náttúrulega þekki fullt af mínu lögum en ég var það mikið kvikindi að ég lét hann bara hafa lög sem hann hefur ekki heyrt frá mér. Þannig að þetta verður mjög fjölbreyttir og skemmtilegir tónleikar, alls konar flytjendur. Ég get nefnt Dr. Gunni ætlar að koma hérna og taka eitt lag og Þröstu vinur minn frá Ísafirði, Þorleifur vinur minn líka, Áslaug Helga, þið þekki hann nú og svo Væp, þeir ætla að flytja hérna mjög óvænt atriði, það ætla ekki að taka róa. Marja? Já, og Marja, hún þarna, já, Marja Ólafs ætlar að syngja líka. En ég að gleyma ykkur Og þú? Já, einmitt, og dóttir mín líka. En ok, ef við ekki að segja þetta gott, verið bara innilega velkomin. Takk. Og
Ætlar þú að... Já, bara, það auka kallakaffi á miðvikudaginn klukkan 10 og svo eru vinavóðir og bara starfið allt inn á lindakirkja.is. Eins og þið ætla að senda bænarefni, sendið á lindakirkja, en þú ert með líka eitthvað smá. Við notum alltaf tækifæri til að segja frá, þetta er svo mikið að gerast í Lindakirkju, maður hreinlega bara getur ekki fylgst með öllu, en annan sunnudag, 27. þá verða gospel tónleikar hérna, fyllum sviðið, yfir 100 manns, hljómsveit og hér verða álöfur gospel tónleikar klukkan 4 og það byrja með þess að lúna í vikunni, það verður selt mjódýrt inn, 2009 held ég var hugmyndin og bara til þess að leyfa öllum að taka þátt. Það kemur amerískur kennari ásamt píónleikara og aðstofmanni og ætla að vera hérna með gospel námskeið fyrir 5 kóra og vinni sem ætla að vera með okkur og endilega mætið klukkan 4 á sunnudaginn 27. og síðan messa bara beint kvöldið, þannig að þið verður heit þá. Það verður alvöru gospel. Það ætla að segja eitthvað meira, Gunnar? Já, og svo ætla ég bara að segja að maður hefur tekið eftir því að það snerti svona hjarta þjóðarinnar í vikunni þegar að elsku Björgvin Halldórsson kvaddi þetta líf og við höfum öll opnað Facebook og séð hvað hann snerti við mörgum. Hann lagði mikið til því Óskar unnu nú saman, hann og Óskar unnu saman í jólagestunum í 20 ár og hann líka gaf út nokkrar gospelplötur. Við höfum sungið svolítið María vissir þú og svo náttúrulega Gullvagninn og fleira, en í hans minningu þá langar mig að fara með 2 bænir, aðra svolítið eldri, sem eftir Hallgrím Pétursson. Vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vakið þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Og hina sem að hann söng sjálfur, Herra, sendu nú gullvagninn að sækja mig. Já, Herra, sendu nú gullvagninn að sækja mig, gættu mín, geymdu mig, gefðu mér friðinn. Langt hef ég farið og mig langar heim. En við ætlum líka að spila, kórinn ætlar að taka eitt lag sem að hann gerði vinsælt, en við skulum enda þetta á að þiggja hérna drottinlegu blessun sem við erum alltaf að senda út með. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og eins og Guðni sagði þá ætlum við að heiðra minningu Björgvins hér. Þetta var ekki að dagskrá upphaflega. Ég ákom að breyta á 50-daginn lagaval og taka þetta lag. Hann elskaði Lindakirkju, hann söng með okkur nokkur sinnum hérna í countrymessu og á tónleikum, Johnny Cash og oft í útförum og hann sagði þetta er alvöru kirkja. Hérna alla græjur, ég þarf ekki einu svona komið statíf, sagði hann. Og hann mætti hérna stundum og ég prenta á textan fyrir hann, að því hann treysti bara á það að hér var allt tipptopp og það er ekki langt síðan að talaði við mig það að halda tónleika hérna með kórnum, einmitt gospel í kirkju landsins. Og aldrei var úr því, en við kannski gerum það einhvern saman bara án hans með gestum. En við ætlum að syngja hérna þetta lag Björgvins. Siggi ætlar að taka það og það heiti Skýið og með því þá hugsum við hlýlega til fjölskyldunar sem á sárt að binda og heiðrum minningu hans.
farvindar á bug ef þeir bara spyrja spjara vel þinn hug hvítir á fleka þér farvindar á bug ef þeir bara spyrja spjara vel þinn hug hvítir á fleka þér farvindar á bug Já, Guð blessi minningu Björgvins Halldórssonar og sendi fólkinans huggun og styrk. En þá að lokum bið ég ykkur sem er auðvitað með að rísa á sætum, förum í friði og þjónum drottni með gleði.